En svo bar við á hvíldardegi að Jesús fór sáðlönd og týndu lærisveinar hans kornöx, neru milli handana og átu. Þá sögðu farísejar nokkrir: Hví gerið þið það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi? Og Jesús svaraði þeim: Hafið þið þá ekki lesið hvað Davíð gerði hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðunarbrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þau má enginn eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá: Mannsonurinn drottinn hvíldardagsins. Annan hvíldardag gekk Jesús í samkunduna og kenndi. Þar var maður nokkur með visna hægri hönd. En fræðimenn og farísejar höfðu nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði á hvíldardegi, svo að þeir fengju tilefni að kæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við manninn með visnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jesús sagði við þá: Ég spyr ykkur, hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða granda því? Jesús leit á þá alla, hvern af öðrum, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann gerði svo og hönd hans varð heil. En þeir urðu æfir við og ræddu sín á milli hvað þeir gætu gert Jesú. En svo bar við þessar mundir að Jesús fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur rann, kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon, sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallaður vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot, sem varð svikari. Jesús gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr allri Júdeu, frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sídonar. Komið hafði til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru af óhreinum öndum. Allt fólkið reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Þá hóf Jesús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði: Sælir eru þér fátækir, því að yðar Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munuð saddir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munuð hlæja. Sælir eru þér þá menn hata yður. Þá þeir útskofa yður og smána og bera út óhróður yður vegna mannsonarins. Fagnið á þeim degi og leikið af gleði, því að laun yðar eru mikil á himni, og á sama veg fóru feður þeirra með spámennina. En vei yður þér auðmenn, því að þér hafið fengið yðar skerf. Vei yður sem nú eru saddir, því að yður mun hungra. Vei yður sem nú hlægið, því að þér munuð síta og gráta. Vei yður þegar allir menn hæla yður, því að eins fórst forfeðrum þeirra við falsbámennina. En ég segi yður á mig hlýðið: Elskið óvini yðar, gerið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim misþyrma yður. Sláið þig einhver á kinnina, skaltu og bjóða hina.
Og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Gef þú hverjum sem biður þig, og ef einhver tekur frá þér það sem þú átt, þá skaltu ekki krefja hann það aftur. Og eins og þér viljið að aðrir menn geri við yður, svo skuluð þér og þeim gera. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gerið þeim gott sem yður gera gott, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar gera og hið sama. Og þótt þér lánið þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvini yðar og gerið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn. Og laun yðar munu verða mikil og þér verða börn hins hæsta, því að hann er góður við vanþakkláta og vonda. Verið miskunnsöm, eins og faðir yðar er miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munuð eigi verða dæmt. Sakfellið eigi og þér munuð eigi verða sakfelld. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa yður. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðinn, skekinn, fleytifullur mun lagður í skautið þar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði Jesús þeim og líkingu: Hvort fær blindur leitt blindan? Mun ekki báðir falla í gryfju? Ekki er lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem er fullnuma verður eins og meistari hans. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Hvernig fær þú sagt við bróður þinn: Bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sérð ekki bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Því að ekki er til gott tré er beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré er beri góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þyrslum, né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. En hví kallið þér mig drottinn, drottinn, og gerið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna yður hverjum sá er líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líkur manni er byggði hús, gróf djúpt fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært það, vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því, er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess var mikið.